Missti næstu eiginlega af úrskotinu minni. Ég byrjaði í körfubolta þegar ég var, ég segi svona í kringum 14-15 ára. Ég var að mæta á æfingar og en mér fannst það ekkert spes. Ég var alltaf í fótbolta nefnilega. Það var alltaf draumurinn að verða atvinnumaður í fótbolta. Ég var valinn í úrtak í fótbolta og körfubolta fyrir U15 og var síðan valinn í lokahópinn í körfunni en ekki í fótboltanum. Ég tók svolítið nærri mér að vera ekki valinn í fótboltan, þannig ég ákvað að gefa svona skít í fótboltan og byrjaði svona hægt og rólega að taka körfuna yfir fótboltan. 2013 fer ég út. Þá er ég útskrifaður úr kvennaskólanum í Reykjavík og fer síðan beint fljótlega eftir útskrift flyt ég út til Bandaríkjanna, til Suður Karólínu. Er þar í 4 ár í Furman University og það var búið að liggja fyrir eiginlega síðan bara ég fór aftur út síðasta árið mitt að ég myndi koma heim og spila með KR í úrslitakeppninni. Þannig að meðan þú ert út í skóla þá máttu ekki spila neitt á neinu svona professional leveli. Og ég kláraði síðasta leikinn minn, við vorum að spila á einhverju móti einhvers staðar í New Jersey. Töpum þar í undanúrslitum eða hvað sem það var. Og síðan daginn eftir flýgur allt liðið aftur bara í skólan og ég flýg heim til Íslands. Síðan endum við að fara í 5 leiki á móti Grindavík og það er komið bara eiginlega í lok apríl, minnir mig. Og það var alveg komið 7-10 dagar fram með leyfi sem ég var búinn að fá frá öllum kennurunum úti. Og í skólanum sem ég var í úti, þetta er svona gamalt, mjög trúaður skóli. Og það var það er búið að breyta það núna, eða fyrir nokkrum árum, en áður fyrir þurfti að mæta í 32 messur yfir þessi 4 ár. Og ég hélt ég væri búinn með alla 32 þegar ég fór út, en ég var búinn með 31. Og ef þú ert ekki búinn með 32, þá ferðu ekki að útskrifast. Þannig ég ætti að fara einn á eitthvað random listasafn einhvers staðar í Suður Karólínu og vera þar bara í einhverja 3 tíma og fylgjast með elda bara einhvern svona túristahóp og punkta niður hjá mér hvað var að gera og skrifa einhverja ritgerð það og skila það inn. Og síðan fekk ég að vita bara morguninn sama dag útskriftinu var að ég hafi fengið það í gegn og ég hefði náð að útskrifast. Þannig að það var mikið hark. Mamma var búin að fljúga út og síðan frá Íslandi var komin út, þannig að það hefði verið svolítið leiðilegt ef þetta hefði allt ekki farið í gegn og ég ekki náð að útskrifast. Það var fyrsti titill minn og síðan náttúrulega vinnum við 5. og síðan núna aftur í vor 7.